Já, komið sæl. Ég heiti Hanna Ragnarsdóttir og er prófessor hérna á menntavísindasviði Háskólans á fræðasviði sem ég hef sjálf kallað fjölmenningafræði, sem er svona dálítið kannski svið sem er stöðugt í mótun, en það lýsir svona kannski því sem ég er að gera. En samt vil ég byrja á því að segja að þegar ég er að hugsa um fjölmenningu og tala um fjölmenningu, þá er ég að tala um margvíslegan fjölbreytileika í raun og veru. Og það er svo gott að hafa þessa mynd í huga. Ég nota hana töluvert í kennslu, en líka bara fyrir sjálfum mig til að minna mig á að við erum ekki bara, þegar við erum að tala um fjölmenningu, að tala um innflytjendur, útlendinga versus Íslendinga, heldur erum við að tala um allan fjölbreytileikan. Og þurfum að muna eftir því að hver og einn einstaklingur er sérstakur og einstakur. Og það er svo margt sem veldur því hvernig einstaklingar eru og hvernig þau þróast og þroskast. En ég ætlaði aðeins að velta fyrir mér hvað hefur gerst í íslensku menntakerfi og námsumhverfi fyrir fjölbreytta nemendahópa á Íslandi, hvaða breytingar hafa orðið og svona hvernig ég sé fyrir mér framtíðina út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar, bæði mínum eigin og annara. Og kannski aðeins að byrja á því að varpa upp þessari mynd af fjölgun barna í leikskólum með erlent móðurmál. Þeim hefur fjölgað mjög mikið undanfarin ár. Og þetta er svona einn af þeim áherslum sem ég hef lagt í mínum rannsóknum að skoða stöðu barna með mismunandi móðurmál. Og það er ekkert endilega innflytjendabörn. Það eru líka börn sem eru fædd á Íslandi til dæmis, úr alls konar fjölskyldum. Þau eru í dag 11% allra barna í leikskólum. Og í grunnskólum hefur líka fjölgað nemendum með erlent móðurmál og þeir eru núna í kringum 7,56%. Þannig að það fjölgar þessum hóp og eins og ég segi, þetta er ekki allt börn sem eru nýflutt til landsins, athugið það. Mér langar kannski að byrja á því að aðeins að minna á þessa umgjörð sem við höfum hérna í lögum um leikgrunn og framhaldsskóla. Við höfum myndi ég segja mjög svona framsækna sýn á skólaumhverfi og hérna eru nokkuð lykilhugtök og áherslur og þið sjáu hvað þetta er í raun og veru fögur orð þarna sem eru sett fram og mjög jákvæð og ættu að búa til mjög gott skólaumhverfi fyrir öll börn. Þið sjáu þarna eins og lýðræði, jafnrétti, ábyrgð, umburðarlyndi og svo framvegis. Námið við hafi hvers og eins, samstarf heimili og skóla og þetta eru mjög mikilvæg hugtök til að hugsa um. Og þetta höfum við haft svona sem okkur umhverfi í töluvert langan tíma. Þetta er ekki alveg nýtt, en það er alltaf smá breytingar þegar lögin breytast, en þetta er samt ekki nýtt. En hvað er svo að gerast í veruleikanum? Erum við að sjá allt þetta í framkvæmd? Eitt dæmi að við erum ekki að sjá þetta allt í framkvæmd er til dæmis hvernig innflytjendum vegnar í skólum samkvæmt til dæmis PISA sem er náttúrulega ekki alls er mælikvarði en svona einn mælikvarði. Hérna er til dæmis þróun í lesskilningi frá 2000 til 2012 hjá innfæddum og innflytjendum og munur á stöðu þeirra og bilið fer breikkandi. Nú við höfum líka rannsóknir til dæmis um heilsufar, líðan, einelti og fleira og þar er staða innflytjenda verri en innfæddra almennt og það hefur verið þannig undanfarin ár. Þannig við höfum ýmsar rannsóknir sem sýna slæma stöðu og hvers vegna er þessi staða svona slæm? Og ég hef oft velti fyrir mér, hvað er í gangi þegar við höfum þessa góðu umgjörð menntakerfið okkar og það eru ýmsar skýringar örugglega fyrir skýringar á því hvers vegna staðan er svona og ég hef oft velti fyrir mér til dæmis hvort okkur vantar sameiginlega skilning á þessum lykilhugtökum í lögum og menntastefnu. Erum við til dæmis að ræða þessu hugtök og hvað þau þýða í raun og veru? Hvað þýðir það að skóli eigi að stuðla að lýðræði til dæmis? Og ég held að þarna getum við gert betur. Ég velti oft fyrir mig og það kannski má ekki mikið tala um þetta opinberlega en þetta er þessi margir tala samt að við erum mjög mikið að horfa á alls konar frávik, hvað sem það nú er, frávik frá hverju líka, spyr maður sig. Sér úrræði, sér kennslu og annað og kannski er það orðið á kostnað heildarsýnar á skólan okkar og skólaumhverfið.
ættu vel ekki meira fjármagn í til dæmis að styðja almenna bekkjarkennari í að skapa þetta góða umhverfi út frá lögum og námskrá, frekar en að eyða peningum í greiningar og sérkennslu. Nú ég ekki að segja að það þurfi ekki í sumum tilvikum, en kannski erum við farin að víkja of mikið frá þessari heildarsýn og eyða orkunni og mikið í sérúrræði. Nú það einhver áskorun eða hindranir við framkvæmd menntastefnu, það ekki spurning, að það eitthvað sem ekki alveg að skila sér og það sem ég hef séð, að ég nú búin að vera í þessum rannsóknum í næstu 20 ár með skólum, að það mjög mikil þekking út í skólakerfinu okkar. Það virkilega mikil og góð þekking á hvernig hægt að starfa með fjölbreyttum nemendahópum þannig að allir nemendur hafi tækifæri og allir njóti góðs af. En hún einangruð hjá einstökum kennurum, í einstökum skólum og svo framvegis. Og þetta hefur mér sýnst einmitt vera staðreynd. Að það þekking hjá einstaklingum eða hjá einstökum skólum, en hún einhvern veginn færist ekki, henni ekki miðla nógu vel og ekki nógu markvisst. Og það finnst mér eitthvað sem við getum virkilega tekið á. Nú svo það pólitísku sviptingar, en ég kalla þetta nú bara sviptingar. Þetta sviptingar í raun og veru, það sem við horfum á með hverri nýri ríkisstjórn sem kemur, þá breytast áherslur, kannski eðlilega, það vilja allir leggja sitt af mörkum. En það verður til þess að orkan fer kannski í það að breyta og búi til eitthvað nýtt heldur en að vinna betur á því sem fyrir hendi Og þarna finnst mér fara mjög mikil tími, orka og fjármagn í þessar stöðugu breytingar og ég veit að skólafólk tekur undir þetta með mér. Að það erfitt að þurfa alltaf að vera að byrja á nýjum dansi við hverja ríkisstjórn. Og svo þetta sem við glímum endalaust við í háskólaumhverfinu til dæmis, að það vantar þessi tengsl milli rannsókn og vettvangs og hvernig getum við styrkt þau og bætt. Þannig að þetta svona spurningar og skýringar sem mér finnst svo mikilvægt að velta fyrir sér og reyna aðeins að vinna í þessum þáttum. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá rannsóknum, bæði svona sem kannski ýta undir þetta við þurfum að gera betur, en líka segja okkur að við erum að gera margt mjög gott. Og til dæmis mjög áhugaverð rannsókn frá sem doktorsrannsókn Þórdísar Þórðardóttur menningarlæsi, hlutverk barnaefnis í uppeldi og menntun telpna og drengja í tveimur leikskólum. Og bara svona til að minna okkur á hvað þetta viðkvæmt umhverfi sem við erum að vinna í og þurfum að hafa í huga. Og þarna kemur fram í þessum hópum þessara ungu barna að sum börn eru jaðarsett í samræðum, sérstaklega börn með annað móðurmál en íslensku. Og myndbandsupptökur sýna að sum börn eru útilokuð úr samræðum sem tengjast bóklestri. Það ekki tekið mark á því sem þau segja og önnur börn líta ekki átt til þeirra þegar þau tala. Þannig að það eins og sé þetta þögulega samkomulag barna í leikskóla hverjir tjá sig og hverjir ekki. Og þetta finnst mér mjög sláandi. Það sem Þórdís að tala þarna í rannsókninni sinni, að hvað við þurfum að vera vakandi í öllu skólaumhverfi, frá þessum yngstu stigum og alveg upp úr. Og tengist því sem þú varst að tala áðan, fordómana. Það eru fljótar að koma í ljós og hvernig börn eru jaðarsett. Og við vitum náttúrulega að virkni barna og þáttaka hefur áhrif á sjálfsmynd, vitsmunaþroska, orðaforða og skilning. Nú, ég gerði sjálf rannsókn með 10 fjölskyldum innflytjenda frá 2002 til 2005 og það sem ég skoðaði reynslu þeirra fjölskyldna og barnanna af skólakerfinu okkar og þetta voru börn sem byrjuðu í leik- og grunnskóla árið 2002 og ég hef skrifað heilmikið þessa rannsókn en hún var mér svo mikilvæg því hún gaf mér svo góða innsýn í líf þessara fjölskyldna og nú höfum við náttúrulega þessar stóru rannsóknir eins og PISA, stóru lýðheilsurannsóknir en að koma svona nálægt fólki og fá aðeins að heyri því sjálfu og heyra þeirra skilning og upplifun á hlutunum er svo mikilvægt. Þannig ég hugsa oft þessa rannsókn og því hún sýndi náttúrulega bæði margt gott og líka margt erfitt og var náttúrulega bara mér svo dýrmætt sem foreldri líka. En nokkrar helstu niðurstöður úr þessari rannsókn voru áherslur í skóla og heimili rákust á í nokkru tilvikum. Það voru svona ákveðin spenna, en foreldrar löguðu sig almennt að áherslum skóla og mér fannst það mjög áhugavert að foreldrar voru tilbúin að leggja svo mikið á sig og sveigja og beygja út frá sínum áherslum til að gera eins og skólinn bað. Þannig að vald skólana er mjög mikið í þessu samhengi, gott að hafa það í huga.
Ein fjölskylda flutti burt vegna óásættanlegra trúarlegra viðhorfa, að hún kaus að fara í bara annars konar samfélag og tók markvissa ákvörðun. Nú eldri börnin voru flest fremur einangruð félagslega og þetta sjáum við náttúrulega oft í rannsóknum og þau yngri virtust frekar eignast vini og þar hefur náttúrulega líka eitthvað þetta að segja bara hvernig skólakerfið uppbyggt að leikskóladeildir eru svona opnari heldur en til dæmis bekkir eða hópar í grunnskóla og það er önnur áhersla þar. Fjölskyldurnar voru flestar einangraðar félagslega, þetta höfum við séð aftur og aftur í rannsóknum. Allir foreldrar voru hlynntir því að viðhalda móðurmálinu heima og unnu markvisst að því. Þetta var mjög svona ákveðin stefna sem þessar fjölskyldur tóku og grunnskólabörnin nefndu vissa erfiðleika í íslensku. Og allt eru þetta svona þræðir sem við sjáum aftur og aftur í rannsóknum. En gaman að segja frá því að ég ákvað að hitta þessi sömu börn aftur 10 árum síðar, 10 árum frá því að ég hóf fyrir rannsóknina og þá voru þetta sem sagt ungumenni 15-24 ára, 9 sem voru þá eftir á landinu, 6 stúlkur og 3 piltar og 2 af evrópskum uppruna og 7 af asískum. Þetta er ekki mynd af þeim samt, þetta er bara Google Pictures sko. En hvað segja þessi börn? Það var mjög gaman að hitta þau aftur. Helstu niðurstöður benda til þess að þau hafi náð aðlagast íslensku samfélagi og þau líti framtíðina björtum augum og það fannst mér afar gleðilegt að sjá. Og þau telja reynslu sína 2 menningarheimum og tungumálakunnáttu sem hjá sumum börnum var 4 tungumál, telja þetta veita sér styrk. Nokkur þau eiga enn í erfiðleikum í íslensku í námi sínu og þau telja að betur megi styðja við íslenskunám innflytjenda í framhaldsskólum og nefndu það sérstaklega. Og þarna var voru 2 af þessum ungmennum komin í háskóla. Og þau segja að stuðla þurfa auknum félagslegum tengslum nemenda af ólíkum uppruna. En þau töluðu svo líka sig sem heimsborgara og þau notuðu þessi hugtök eins og heimsborgarahyggja og þessi hæfni, þau sögðu náttúrulega ekki þverþjóðleg hæfni eins og við gerum hérna í Háskóla Íslands stundum. Þau notuðu ekki þessi þungorð, en þau töluðu við höfum þessa hæfni, við getum valið. Við erum ekkit annarkvort eða við erum svona heimsborgarar og þau sögðu þetta, notuðu þessi hugtök sig sjálf og mér fannst það mjög áhugavert. Þannig þau voru búin að uppgöta þennan styrk sem þau höfðu af því að þau höfðu búið í mismunandi samfélögum og kynst ólíkum skólakerfum til dæmis. Nú það er ný rannsókn sem við erum að gera hérna nokkur í hópa menntavísindasviði, erum að ljúka og hún snýst lífsviðhorf og lífsgildi ungs fólks og þá er það sem sagt allt fólk sem vildi taka þessa könnun okkar í framhaldsskólum 2011 og 2012, það var þá þegar við byrjuðum rannsóknina. Þetta voru 7 framhaldsskólar á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, 904 nemendur. Okkur langaði að vita aðeins hvað er þetta unga fólk að hugsa í dag samfélagi sitt, meðal annars fjölmenningarsamfélagið, en við spurðum líka sjálfsmyndar þætti, fjölskyldu, vini, einelti, trúarbrögð og ólíkan uppruna og fleira. Og svo tókum við rýnihópa viðtöl við hópa í 5 af þessum skólum. Nú er ég að tala allt öðruvísi rannsókn, en áhugavert hvað er þetta fólk að hugsa samfélagi sitt. Dálítið jákvæð viðhorf fannst okkur, já. Það er samhljómur sem kemur fram í spurningalistakönnunni og rýnihópaviðtölunum og þau eru almennt mjög jákvæð gagnvart margbreytileika og fjölmenningu. Við áttum ekki endilega von á því. Þau telja sjálfsagt að taka tillit til ólíkra hefða fólks eftir menning og trú og virðast tilbúin til að virða ólíkan bakgrunn fólks. Og þau töluðu öllum í rýnihópaviðtölunum að þessi ólíku trúar og lífsviðhorf sem við gerum kannski dálítið mikið úr í samfélaginu í dag, þau hafa ekki áhrif á vináttu eða samskipti unga fólksins. Þau þekktu öll og áttu vini og kunningja með ólík viðhorf og trúarbrögð og ólíkum uppruna, nú eða ólíka kynhneigð og svo framvegis. Þannig að þessi fjölbreytileiki var þeim einhvern veginn mjög nálægur og þau gerðu ekkert mikið mál úr því. Þau höfðu áhyggjur af fordómum í samfélaginu, en þau sögðu þetta er alltaf að batna. Með okkar kynslóð mun þetta batna. Þau voru mjög bjartsýn á sína kynslóð og framtíðina. Og það fannst okkur líka athyglisvert. Og svo töluðu einmitt hvernig gamla fólki talaði og svo framvegis og sögðu við erum ekki þannig.
Þannig að kannski þetta bara allt á góðri leið. En svona dæmi hvað þau segja, þetta beint úr viðtölum. Það alltaf fínt að fá fullt af nýju fólki að hafa marga íbúa hérna, en ef að fólk loka sig í svona hópum, það finnst mér svona kannski annað. Og svo töluðu einmitt þetta, við þurfum ekki að vera að tala eitthvað fjölmenningarsamfélag, sögðu. Þetta bara samfélagið okkar. Þurfum við endilega að gefa því eitthvað nafn, eitthvað sérstakt nafn. Og svo segir þau í lokin til dæmis eitt þeirra, maður getur ekki annað en bara orðið vitrari af því að kynnast fólki. Nú mig langar að enda á bara örstutt að segja ykkur frá rannsókn sem við eigum eftir að kynna á eftir í málstofu, bara næstu málstofu, ef þið viljið vita meira hana. En þetta rannsókn með í 27 skólum á 4 Norðurlöndum sem við vorum að ljúka og þannig líka vefurinn ef þið viljið kíkja nánar á hana, styrt af Nordforsk og Rannís. Og sem sagt við erum að skoða skóla á leikgrunn- og framhaldsskólastigi og völdum þá sérstaklega fyrir gott starf þannig að þeir voru svona valdir fyrir okkur af sérfræðingum og svo völdum við út frá niðurstöðum prófa og fleira. Og hvað sjáum við í þessum skólum í mjög stórum dráttum? Við sjáum áherslu á fjölbreytileika, jafnrétti og virðingu, þáttaka barna, virtvítingi, og þið sjáuð öllu þessi, í raun og veru þessi fögru orð úr lögunum þarna í raun og veru í framkvæmd. Við sjáum að þetta hægt, það sem stóru skilaboðin, þetta hægt. Og svo langar mér bara að enda á því, ef við horfum til framtíðar í menntamálum örstutt, það kannski nóg að þið horfið bara á lituð orðin, þau segja það allt, að þá viljum við sjá út frá þessari rannsókn betri kennaramenntun, menntun í annarsmálsfræðum, innflytjandi börn séu ábyrgð allra kennara, ekki bara sérstakra eininga, ekki slaka á kröfum til þeirra, stutt við fjöltingi, fjölga móðurmálskennurum, áhersla bæði á náms- og félagslega velgengni og þekkingin eins og við talum áðan, henni sé viðhaldið og henni dreift og svo þetta með foreldrasamstarfi sem aldrei of oft sagt. Takk fyrir.